Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir í aðra sálma. Í fyrra var í fyrsta skipti haldin nýsköpunarvika sem nú haldin í annað sinn og í þetta skipti fáum við að hafa nýsköpunarviku á Norðurlandi líka. Til þess að segja mig frá því eru komnar hingað Kolfinna Kristínadóttir frá SSN VAF og Silja Jóhannesdóttir frá SSN verið hjartalega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir. Takk. Og nýsköpunarvika hefst á miðvikudaginn næsta. Já. Og hvað felst nákvæmlega í nýsköpunarviku? Já, sko, þetta í rauninni hátíð sem að stendur yfir í viku frá miðvikudegi til miðvikudags. Og í rauninni bara að vekja athygli á nýsköpun á ýmsum sviðum, bæði sprotafyrirtækjum, starfandi fyrirtækjum, svo bara þessi típisku frumkvöðlar sem eru með hugmynd í hausnum. Já, þannig að þetta spannar dálítið vítt svið, það eiginlega allt undir. Já, okkur langar svolítið svona að kveikja í fólki, það getur líka hver sem skapað. Og við erum að reyna að skapa vettvanginn og hugmyndaflæði í kringu það og segja að þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona grand. En allir luma á einhverju og okkur langar til að skapa vettvang til að leysa það á læðingi. Það nýsköpun út allt, í öllu og við erum kannski svolítið að draga það líka fram. Við drögum fram nýsköpun í menntakerfinu, listum, hönnum og allu bara reynum að skapa og varpa ljósi á sem flest í þessum málum. Já, og þetta verður að stórum hluta rafrænt, ekki satt, í ár, bara svona í ljósi aðstæðna. Já, allavega hjá okkur á Norðurlandi. Svo náttúrulega viðburðir, fullt af viðburðum í Reykjavík og ég veit nú ekki landsbyggðina en það fjölmargt í boði og okkar viðburðir frá allir fram í streymi og Facebook viðburðinum okkar. Já, við ákveðum að taka bara streymis vinkilinn á þetta af því að við vissum ekki hvernig þetta yrði með COVID og vildum og það þurfti mikið að undirbúa en við teljum að við séum búin að gera samt svona skemmtilega viðburði. Þó séu streymistengdir eða á vefvangi eða einhverju slíku. En það líka bara allir sem hafa áhuga heimangengt fyrir vikið. Akkurat og á öllu landinu er þetta fylgjast með hvað sem þú ert. Já. Þótt að viðburðinni fjalli nú nýsköpun á Norðurlandi þá er þetta fyrir alla. Já, einmitt og bara það þegar fólk að gera eitthvað nýtt og áhugavert þá skiptir ekki máli hvar það í raun og veru. Það bara áhugavert að sjá og heyra. Og það í rauninni nýsköpun í sjálfu sér og í bara samskiptum að geta gert það svona. Og þarna það í rauninni líka nýsköpun í einu viðburðinu sem hugmyndaþorpið okkar. Og það bara svona vefvangur sem allir geta unnið saman. Þannig í staðinn fyrir að mæta einhvers staðar í persónu og vinna með gömlu gulu miðana eða einhverja þannig hugmyndafræði. Þá ferð þú bara inn á vefvangi og þar hittur allt hitt fólki og þar skapar áfram þínar hugmyndir. Já. Þannig nýsköpun bara út í gegn hana. Akkurat. Og þetta hugmyndaþorp sem sagt nýsköpunar eða hugmyndasamkeppni þar sem við ætlum að reyna að finna hugmyndir og lausnir hvernig við getum fullnýtt afurðir. Já. Og svolítið að kalla eftir einhverju sniðu þar. Einmitt. Og bara alls konar afurðir þá. Já. Bara helst allt. Við viljum bara fullnýta allt. Við viljum ekki vera að henda neinu og rusl fjársjóður og hvernig getum við bara nýtt allt 100% og komið nú með hugmyndir, varðandi bara hvað sem er. Já, frábært. Þannig að ef það situr eitthvað fólk heim í stofu núna og alltaf að hugsa það hvað það sé nú hugmyndaríkt og það sé ekki verið að nýta, það á að stökkva á tækifæri núna og Já, algjörlega. Leggja sitt á vogarskálarnar. Já, og við opnum bara hugmyndaþorpið þarna á miðvikudeginum, og þá hægt að fara alla vikuna og svo í lokvikunar þá skoðum við hugmyndirnar og veitum einhver velun og svona gerum eitthvað skemmtilegt úr þessu, algjörlega. Einmitt. Já, vonum að þessar hugmyndir verði að veruleika. Já, auðvitað, það náttúrulega til þess að leikurinn gerði. Akkurat. Og hvar finnur fólk svona helstu upplýsingar þessa viðburði sem verði í boði? Það á Facebook, viðburðurinn Nýsköpunarvikan á Norðurlandi. Og það líka á heimasíðum samtakana, ssnvaf.is og ssn.is. En það Facebookið þar sem þú ferð. Þú finnur Nýsköpunarvikuna á Norðurlandi og þar verða allir viðburðir undir og bara takkar þig og ætlar að mæta þá ferðu alltaf tilkynningar. Já, þá missir maður ekki af neinu. Nei, það algjörlega þannig. Og þetta eru fjölbreyttir viðburðir, eitthvað svona sem þið eru spenntar fyrir en annað? Mér finnst þetta allt reyndar svo brjálæðislega spennandi. Nýsköpunarferðalagi, segðu? Já, það svolítið spennandi. Við erum að hafa, upphaflega hugmyndin var að hafa opin hús í frumkvöðlasetrum og
og svona þeirri starfsemi sem bjóða frumkvölum upp á stuðning. Já. Og nema við ákveðum svo að hafa þetta allt bara rafrænt og í streymi, þannig að við munum taka upp stutta kynningar og munum sýna það frá öllum helstu svona, frumkvölasetrum og það sem svona skemmtilegt við það, þetta sett upp grafískt, þú sé bara mynd af Norðurlandi, svo smellur þú bara á þennan stað og svo þennan stað og ferð þannig í gegnum myndbandaferðalag. Já. Þetta bara góð leið til þess að ferðast innanhús. Já, orðið vant í eftir veturinn. Já. Þannig að þetta alls konar, sko. Það hætti allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, ég held það og sko fyrir utan nýsköpunarferðalagið og hugmyndaþorpið, þá verðum við með hádegisstreymi á alla virka daga og þar koma gestir og segja frá nýsköpun í þeirra greinum og svona fólk getur komið og verið með okkur og spurt spurninga líka. Fyrsta hádegi í rauninni þá verðum við bara frá SSN og SSNVAF og reyndar fáum gest frá EIM, Sesselju, en þar ætlum við líka bara að segja lítið frá, í hverju nýsköpunarvikan felst, hvað við erum að gera, hvaða stuðningur eru í boði og þannig að það er að gera að byrja þar og þá veit maður allt um þetta. Já, einmitt, þannig að til þess að víjast inn í vikuna þá alveg kjörið að mæta þangað á þennan fyrsta fund, inn í þetta fyrsta streymi og svo bara, þegar maður komin á bragði þá væntanlega hættir maður ekkert, þá bara heldur maður áfram. Já, þetta svona tækifæri fyrir alla sem sitja einhvers staðar og akkur ekki þetta notað í þetta eða akkur gerum við ekki svona og akkur þetta ekki list. Ferðu inn á hugmyndaþorpið, komdu með hugmyndin og svo verður þetta bara unnið áfram. Svo getur fengið styrk, gefur þetta góðar hugmyndir, svo verður þetta bara veruleika eftir smá tíma. Einmitt, fólk getur verið bara, farið að vinna við það að veita af. Eða bara hugmyndin nógu góð. Akkurat. Og svo náttúrulega eins og við vorum að tala um rétt á þann viðtalið hófst að það ákveðin nýsköpun í því að vikan hefst á miðvikudegi. Já. Það svona út fyrir kassan, myndi ég segja. Já. Mér finnst það skemmtilegt. Það kannski ruglar ykkur í rýminu að skuli vika byrja á miðvikudegi. Já, miðvikudegi til miðvikudags. Já. En ég meina, kannski það bara það sem koma skal. Kannski erum við búin að vera að gera þetta rangt frá örófi alda, hver veit? Já, þetta allavega, þetta aðeins öðru sig og aðeins hugsa út fyrir kassan. Já. Það mjög jákvætt. Nei, mér finnst þetta bara frábært og við bara hvetjum auðvitað alla til þess að finna nýsköpunarviku á Norðurlandi inn á Facebook og svo þetta bara mæta á viðburðina og koma öllum þessum góðu hugmyndum sem að leynast innræðan fólki út þannig að það getur nú orðið að veruleika. Já, og heyrum allt sem í gangi. Þetta svo mikið. Einmitt. Svo mikið af flottum frumkvölum og nýsköpunarverkefnum á Norðurlandi. Þetta bara borðleggjandi. Það þurfa allir að mæta. Bara kærar þakki fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Bara ekki máli. Takk fyrir. Takk.